Páskarnir nálgast. Lambabógur, kryddleginn í sítrónusmjöri aðeins 974 krónur kílóið. Netto, sparaðu með okkur. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja magasín í Dimbil vikunni. Þátturinn með örlítið öðru sniði en venjulega, en við fáum áhugaverða viðmælendur í myndvirð okkar í Reykjanesbæ. Hinn 20. Asa Sirnats hefur búið á Íslandi alla sína ævi en ættuð frá Bosníu. Asa starfar í apóteki Suðurnesja og með stúdentspróf frá Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Asa aðhyllist íslam eða múslimska trú, en aðspurð trúna segir hún að snúast frið og sátt. Við munum ræða við Ösru í þættinum. Við ræðum einnig við tvær ungar konur sem við stjórnvölinn í aldargamalli Keflavíkurkirkju, en þar hafa alla tíð verið karlar við stjórnvölinn. Það Eva Björk Valdemarsdóttir prestur og sóknarpresturinn Erla Guðmundsdóttir segja okkur frá fjölbreyttu og skemmtilegu starfi í söfnuðinum. En við hefjum leikinn með Ösru í myndveri vikufrétta. Gestur minn í dag Asra Sirnats. Asra 20 stúlka sem búsett í Keflavík. Hún starfar hjá apóteki Suðurnesja og með stúdentspróf frá Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Asra aðhyllist múslimska trú og við munum spyrja hana út í trúna, samhliða fordómum sem hún hefur orðið fyrir á Íslandi og ýmislegt tengt trúnni. Ef ég byrja bara á því að spyrja Asra, hvað múslimsk trú? Múslimsk trú í rauninni það sama og öll önnur trúarbrögð. Þetta bara að lifa í sáttasamlyndi, fallegur heilbrigður lífsstíll og þessi mjög mikilvæga fagurfræði sem fylgir í rauninni trúarbrögðum. Hún ekkert frábrugðin bara öðrum trúarbrögðum heldur. Af hverju ertu múslimi? Frekar en eitthvað annað? Sko málið að ég fæðist bara í þennan heim sem múslimi í rauninni. Það sem foreldrar mín sem sagt frá Bosníu og það ríkir múslimsk trú og þau fæddust inn í þá trú en þetta gengur bara svona einhvern veginn. Þetta ekkert eitthvað sem ég valdi mér. En þetta ekkert heldur eitthvað sem ég læt skilgreina mig sem. Þú hefur búið á Íslandi alla ævi. Já. Hefur orðið fyrir miklum fordómum fyrir það að vera múslimi? Sko, ég fann fyrir því þegar ég var yngri. Ég fann fyrir því ég var öðruvísi. Ég var ekkert eins og hinir krakkarnir. Ég var ekki ég held ekki upp á venjulega jól. Páskarnir voru ekkert eitthvað þýðingamiklir, annað en það var páskaegg. Og ég fann fyrir svona, eins og fermingum og eitthvað svoleiðis, skírnir og svona. Svo þegar fólk kom staðið, ég var ekki skírð heldur, ég nefnd. Þannig að það í rauninni ég fann fyrir svona, ég var öðruvísi. En svo náttúrulega með aldrinum, þá fór ég að upplifa þetta aðeins meira. Þá fór ég að átta mig meira á því hvað væri að gerast og af hverju ég væri öðruvísi og hvernig fólk liti á, sem sagt, bara múslima. Og ég hef í rauninni ekki lent fyrir miklu bara svona fordómum eða ekki svona beint í andlitið, en ég hef alveg fundið fyrir því á netinu og bæði þegar ég fer og ég tjái mig sem sagt þessi málefni sem skipta mig máli, svo sem trúarbrögðin og trúin mín. Þá ég hef alveg fengið aðkast, sko. Hvað fólk að segja við því á netinu? Fólk hefur, sko, ef við nefnum eitt dæmi, þá hefur það sendt mömmunni skilaboð, persónuleg skilaboð, að vera ekki alveg upp annan Breivík hér á landi. Það ég held að þetta sé eitt besta umvelið sem situr eftir í mér, að það að vera ekki upp annan Breivík hérna á Íslandi. Þannig að þú lendir svolítið í því að fólk sé kannski að líkja því að þú sért múslimi við mögulega þessi hryðjuverkamaður. Ég lendi alveg óspart í því, sérstaklega á netinu, þó þetta sé ekki bara beint sagt við mig, þá finn ég rosalega mikið fyrir því á náttúrulega bara fjölmiðlum og samfélagsmiðlum hvernig það sem sagt, hvernig þessi hræðslu áróður hefur mikil áhrif á bara þessa umfjöllun og þessar samlíkingar. Það alveg gríðarlegt. Hvernig hægt að bæta úr þessu á samfélagsmiðlum? Það auðveldlega hægt að bæta úr því með því eins og bara með því að aðri settir og hærri sett fólk og jafnvel fjölmiðlar fara ekki að hlutgera einstaklinga eftir svona staðalímyndum og nota ekki fyrirsagnir einungis til að veiða sem sagt glugg. Þannig það bara, það í rauninni það eina sem ég svona sé sem hægt að gera eitthvað í þessu.
Það bara það hvernig umfjöllunin að hátta umfjöllunin þannig hún sé gagnrýnin en ekki að hún sé einmitt gerð til þess að veiða út á. Og þá náttúrulega ýta undir hræðsluáróður. Ef þú myndir bara lýsa sjálfrið þér, hvernig múslimi ertu? Ég, samkvæmt Kóraninum, ég nú ekkert eitthvað svakalega góð múslimi, en ég vil meina að ég sé samt að þetta sé menningi mín, að þetta skilgreinir mig ekki þó ég sé múslimi. Þetta það sem ég alin upp við og þetta það sem ég mun ávallt bera virðingu fyrir. Þetta eru bara svona ákveðin svona siðfræði sem fylgir náttúrulega hver einustu trú. Og mér finnst gaman að vera hluti öðruvísi menningarhóp, að fá að upplifa annað og hafa þann möguleika að fá, kynna vinkonum mínum fyrir öðruvísi menningarheimum. Þegar til dæmis atburðir eins og hryðjuverk eiga sér stað í heiminum og það byrjar einhver hatursáróður á samfélagsmiðlum. Hefur orðið vör við eitthvað svoleiðis að því sé líkt við múslima eða eitthvað svoleiðis? Það rosalega mikið það. Ég finn alveg fyrir því og ég skammast mín alltaf jafn mikið þegar það eru hryðjuverkaárásir og sérstaklega þegar tengist öfga trúamönnum, öfgasinnuðum íslamistum eða hvað sem þú vilt kalla þetta. Og ég skammast mín svo innilega fyrir það að því að bara milljónir múslima eins og ég þurfa að gjalda þess. Ertu eitthvað minni Íslendingur heldur en ég, Asra? Ég get ekki sagt það. Ég fædd hérna uppalinn, tala reiprennandi íslensku. Ég tek þátt í öllu sem ég get gert, svona störfum og svona íslensku hefðum einnig. Það eru haldin 3 jól á heimilinu mínu. 2 sem sagt múslimskt jól og 1 bara venjulegt. Ég eins íslensku ég get verið, fyrir utan það að foreldrar mín eru bara ættaðir frá öðru landi. Hvað hægt að gera til að koma í veg fyrir þetta? Bara alla þessa fordóma sem eru gagnvart múslimum á Íslandi. Hvað geta Íslendingar gert til að koma í veg fyrir þetta? Íslendingar geta í rauninni bara opnað, að vera bara að horfa á þetta með gagnrýnum augum. Það í rauninni, það það sem að gerast svo mikið núna, það sem ég hef verið að sjá. Það að æðri, menn, pólitíkusar kannski, koma með svona svolítið fordómafull ummæli. Og það eins og það gefi bara samfélaginu grænt ljós, eða bara skotleyfi á alla minni hópa, hlutar hópa. Sem eru þá innflytjendur, múslimar, hvernig sem það sem eru kannski bara, eru bara minna settir í virðingarskalanum. Kommentakerfin, þau eru svona eins og undirheimar fjölmiðla og fréttamiðla. Þar þrífst svo mikill viðbjóður og þar einmitt átti eftir að finna eitthvað sigur sem reyndar fæddur uppalinn Íslendingur, bara búsettur í Danmörku svona, alls ekki innflytjandi. Hann Íslendingur og hann býr í Danmörku. Þar sér að hann segja þessi helvítis innflytjendur alltaf að stela, taka upp störfin, lifa á bótum og hann vilji ekki fleiri innflytjendur til Danmörku. Af því hann hvítur og svona hörund. Og þá hann bara alveg svo norðlendingar, norðmennir og má búa í Danmörku. En að því að segjum bara Múhameð eða, Múhameð flytur þangað, frekar dökkleitur, frábrugðinn, þá má hann ekki búa þarna. Og þá hann strax orðið vandamál. Ég frekar heppin, ég nefnilega frekar svona hvít og mjög hversdagsleg, en það ég frekar dökkhærð og náttúrulega með brún augu, sem svona svolítið öðruvísi en Íslendingarnir. En það sér það enginn á mér, fyrir en ég kannski segi nafnið mitt. Þá fyrir fólk að pæla alveg, já ok, þú ert eitthvað öðruvísi, hvaðan ert þú? En þú talar svo góð íslensku. Og ég fæ alltaf spurninguna, hvenær komst þú til landsins? Ég bara fæddinn uppalinn. Ég bara algjör Íslendingur. Og þá það alveg bara, ok. Því nafnum mitt svo öðruvísi, þá gefur það svo mikið margt annað til kynna. Og það svona eins og þegar fólk talar, sem sagt, opinberlega, og margir pólitíkusar sem hafa leyft sér að vera með svona svolítið fordómafull ummæli. Og þá skilurðu, að því að þetta svona útlendingamál, það einhvern veginn eins og það sé í lagi
Þú veist, en ef eitthvað pólitíkus eða eitthvað færi að tala samkynhneigða, það væri aldrei leyft, það myndi aldrei þrífast. Það verið strax lagt niður í rauninni þessu umræða. Hún fengi ekkert að vera þarna. En af því þetta einhvern veginn innflytjendur og útlendingar, þá finnst mér eins og það sé einhvern veginn bara ókei. Þó auðvitað eru margir sem eru náttúrulega, sem eru á móti sér náttúrulega umræðu og styðja náttúrulega baráttumál innflytjenda og allt það. En svo, þú veist, mér finnst ég alltaf sjá bara þetta. Svona að lokum Asra, hvað hefur að segja við það fólk sem talar þig sem hryðjuverkamann af því þú ert múslimi? Í rauninni þá segi ég bara við þetta fólk að það þurfi aðeins að fara að skoða sig og fara aðeins að fara að líta á heiminn með gagnrýninni hugsun og sjá það að nafnið mitt ekki endilega það sem, og trúi mér sé ekki það sem skilgreinir mig. Þó ég sé ungu múslimi hérna á Íslandi, kona, fædd uppalinn samt hérna á Íslandi og þó ég hafi aldrei svo sem iðkað trúna mína sem eitthvað sérstakt, sem eitthvað heilagt í rauninni, þá spyr ég mig samt ennþá, ef ég myndi fremja hryðjuverk, hver yrði fyrirsögnin? Yrði það ung kona eða ung múslimsk kona? Og mér finnst þetta spila svolítið stóran þátt í því hvernig samfélagi virkar og hvernig fjölmiðlar hafa virkilega áhrif á skoðanir fólks og hvernig þau geta mengað fyrir eins og sumir eru bara fáfróðir, sumir vita bara ekki betur. Og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að fjölmiðlar og fólk tali með staðreyndum og erum gagnrýnin og þú veist, það eina sem við biðjum, það bara að vera gagnrýnin og meta út frá því sem þú sérð sem persónan í rauninni, en ekki sem eitthvað ákveðið þarna fyrirfram staðalímynd. Takk fyrir komin, Asra. Takk fyrir mig. Páskarnir nálgast. Jarðarber 250 grömm aðeins 199 krónur askjan. Nettó, sparaðu með okkur. Það að setja saman hluti og sjá það smella saman finnst mér alveg ótrúlega skemmtilegt. Ég sé farangurskerfið upp á Keflavíkurflugvelli. Það er alltaf mikið að gera. Það er ótrúlega fjölbreytt verkefni. Það er alltaf aksjón á flugvellinum. Þetta er svolítið karllægt umhverfi og það er rosa gaman að vera kona. Svo er líka mjög fínt að vera svolítið frekur og ákveðin og geta þá leitað einhverjum breytingum og stöðum umbótum. Það eru allir rosa jákvæðir og tóku rosa vel í það þegar ég sagði að ég væri ólétt og með tvíbura og mikið hlegið og mikið brosað og í rauninni bara strax setti eitthvað svona plan í gang. Það er mjög þægilegt að vita, það er ekkert stress. Nú stend ég í framkvæmdum heima og það er ótrúlega þægilegt að taka ýmsa hluti sem maður hefur lært í vinnunni með heim. Ég bý í Reykjavík og keyri á hverjum degi til Keflavíkur í vinnuna og mér finnst það í raun og veru ótrúlega þægilegt og það er svona tími sem ég hef bara út af fyrir mig, ég keyri bara ein. Þetta er eiginlega eini tíminn sem ég hef, þar sem ég get bara stillt tónlistina svolítið hátt og sungið með og haft ótrúlega gaman. Já, þeir eru mætta til okkar prestarnir í Keflavíkur kirkju, Erla Guðmundsdóttir, sóknarprestur, og presturinn Eva Björk Valdemarsdóttir. Já. Verið velkomnar. Takk fyrir. Takk. Keflavíkur kirkja er rétt rúmlega 100 ára gömul og einhvern veginn þegar maður skoðar söguna þá er þetta mikið karlaveldi sem að þarna hefur stjórnað. Þetta er nú svolítið nýmóðins að það eru tvær píur fyrirgefið, ég skul bara aðeins svona sletta til að hafa meira gaman við stjórnvölinn. Erla, ef ég svona spyr þig fyrst, þú ert nú búin að vera okkur, í áratug rúmlega. Hvernig er staðan hérna með ykkur í stjórnvölinn? Ég held að það sé bara góð. Hafa tvær píur, takk fyrir það. Við erum meðlimar í félagi ungra presta og megum bara 1 ári viðbót. En jú, öld hafa karlmenn verið í embættisverkum og leitt kirkjuna. En það sem er svo fallegt við Keflavíkurkirkju, það eru konurnar. Konurnar sem hafa verið í kring og konurnar sem hafa voru drifkrafturinn. Konurnar sem hafa saumað og fært muni
og konurnar í fátæku sjávarþorpinu í Keflavík sem að söfnu fyrir altarisverki og fengu unga mann til að mála sem að var Ásgrímur Jónsson. Þannig að konurnar hafa alltaf verið í kringum kirkjuna, stutt hana af verkum og tíma og einstakri natni, en við erum það fyrstu sem leiðum þær í prestþjónustunni. Þannig að kannski aðeins meiri móðulegri ásýnd, ég veit það ekki. Hvernig fannst þér að koma til Keflavíkur þetta er mikil saga hérna í þessum bílabæ? Já, einmitt, og ég að læra hana smá saman og kynnast kirkjunni og samfélaginu og það er afskaplega vel tekið á móti okkur fjölskyldunni. Þannig að mér finnst bara gaman að koma hingað. Hvaðan ertu að koma? Ég bjó í Reykjavík áður en ég frá Akureyri. Þannig að við erum bæða norðan hjónin og okkur finnst góð tilbreyting að koma hingað í aðeins minna samfélag. Finnst þið vera mikill munur á Akureyri og Suðurnesjum? Nei, mér finnst margt líkt. Þetta er svona svipuð stærð og við erum alltaf í samkeppni við höfuðborgarsvæðið og berum okkur saman við það. Þannig að það er margt líkt. Og öflugt íþróttastarf og góðir skólar og vel haldið utan fjölskylduna. Erla, ég verða aðeins að fá að ræðum kannski stuttlega mjög merkilega sögu Keflavíkurkirkju eða svona uppásár, hvernig þetta varða, hvernig kirkja varð til í Keflavík fyrir rúmlega 100 árum síðan. Það er mjög merkileg saga. Já, hún er merkileg, hún er falleg og hún er svo mikið fordæmi fyrir frumkvölum, fyrir stórhuga hjörtum sem vildu byggja sér helgidóm sem þau gerðu og við sjóinn og hann stendur fókældur í 4 ár þangað til hann fýkur eða er rifinn vegna hversu mikið hann skektist í óveðri. En Keflvíkingarnir halda áfram og þú segir ég skal borga helminginn á skuldunum og helminginn fyrir nýri kirkju, haldið áfram, byggjum okkur kirkju. Verslunarmaðurinn Dús. Verslunarmaðurinn Dús, Ólafur Ólafsson, eins og við kennum hann við húsin. Og þeir héldu tombólur og dansiböll og söfnuðu fyrir helgidómi. Og þannig eru kirkju byggðar og fíkur allan í mig þegar fólk segir þetta er byggt fyrir skattpeninginn. Það er bara fyrra. Kirkjurnar eru byggðar af fólkinu, af framlögum, af vinnu og þannig er Keflavíkurkirkja byggð og hún var ein af fyrstu steyptu kirkjum landsins. Hún er ótrúlega fögur og hún er svo mikil nýmóðins, þessi nýklassíska kirkja sem að tekur við að timburkirkjunni. Og okkur finnst þessi Madama eina af þeim glæsilegustu á landinu. Og það hafa verið náttúrulega breytingar eða endurbætur á kirkjunni sem er svona mestu leyti lokið við eða ekki, en svo er verið að safna fyrir nýju orgeli eða ekki, eða laga orgelið. Já. Sem er mjög mikilvægt í kirkjunni. Það er það meira en fólki grunar held ég. Endurbæturnar hófust 2012 og Páll F. Bjarnason, Keflvíkingurinn og arkitektinn leit okkur þeirri vinnu og mikil rannsóknarvinna sem hann gerði að rannsaka liti og undirlag og þess áttar að færa hana sem næst sínum uppruna og færa inn gömlu munina, predikunarstólið og grátur og annað. Og því lauk núna í síðasta sumar þessum endurbótum með því að gluggarnir eru komnir eins og Rögnvaldur teiknaði þá. Og svo kom í ljós að það var eiginlega lítið sem ekkert burðarþol í söngloftinu og það var stækkað að því að við erum að fara að laga orgelið. Eva, hvernig finnst þér svona, ef við horfum á svona langa sögu kirkjunar í Keflavík og ég hitti nokkra eldri borgara í bæjarfélaginu og var að segja að ég væri að fara að hitta ungu prestana í Keflavíkurkirkju og ég var svona að leita að einhverju viðbrögðum hjá þeim og spurði í gamla daga eins og maður segja þá voru prestarnir eitthvað svo stórir og miklir í samfélaginu og þá svaraði einn vinur minn og sagði já þetta voru stundum einu læsumennindi, þetta voru menn sem það voru viðbrögðin. Er hlutverk prestsins í dag, hefur það breyst? Geturðu, ég veit þetta er kannski svolítið erfið spurning, en hvernig upplifir þú svona þig sem prest í Keflavík í dag? Já, hlutverkið hefur auðvitað breyst einmitt. Þetta var eina að mennta fólkið og prestandi gerðu þess vegna margt sem að þeir kannski áttu ekki að gera, það voru ekki menntaði til en að þeir höfðu bóklega menntað þá gerðu það. Þeir voru á sömu stöðum læknar og okkur finnst það þetta mjög skrítið í dag.
Núna hefur hlutverkið svona sérhæfst og við erum meira einmitt að þjónusta fólk en okkur ennþá tekið þannig að við höfum mikilvæg hlutverki að gegna, finnst mér og fólk ber virðingu fyrir prestinum ennþá og það einmitt þegar maður ungur og nýkominn á námi og þá tekur smá stund að venjast því að þetta ákveðin staða og ákveðin virðing. Svo erum við líka kannski sem kirkja í svona öðruvísi stöðu. Við erum alltaf að afsaka tilveru okkar af því að umræðan líka neikvæð og þess vegna þetta einmitt öðruvísi og maður stundum einmitt í sumu samhengi maður afsaka tilveru sína og fá að vera hér en á öðrum stöðum mikil virðing þannig að þetta svona svolítið klofið kannski. En færðu einhverja tilfinningu fyrir því að þið fáið, hvað getur sagt, aðra virðingu að því að þið eru konur að því að þetta svo búið að vera mjög karllægt starf svona í gegnum aldirnar? Já, ég heyri bara þetta jákvæða. Fólk fagnir því að það séu komnar 2 konur og finnst svona hressleiki og léttleiki fylgja okkur kannski og Erla setur svolítið tóninn með það. Hún vil hafa kirkjuna lifandi og við höfum ekki metnað fyrir starfinu. Þannig að kannski hefur það með bara okkur að gera en ekki kynið. En já, ég heyri bara þetta jákvæða. Fólk afskaplega tekur okkur vel og finnst gaman að séu 2 konur og það gaman að segja frá því að 2015 þegar ég var vígð hingað þetta var fyrsta árið þar sem voru 2 konur starfandi í einni kirkju. Það var reyndar Selfoss og undan okkur, en svo kom Keflavíkurkirkja. Þannig að það ekki fyrr en 2015 sem að það eru 2 konur starfandi við eina kirkju og engin kall. Nú svona, stærsta hátíð kristinna manna, páskarnir, gangi í garð og það fermingar á þessu svipuðum tíma. Það mjög mikið að gera hjá okkur. Hvernig gerið þetta allt saman á þessum annarsama tíma? Þetta er skemmtilegu tími. Það er ofsalega gaman að halda upp á páskana og þetta gleðihátíð og svo eru fermingarnir líka svona eitt af því skemmtilegasta sem við gerum. Já, hvernig, nú haldið það ekki orðið mikla breytingar svona á fermingunni? Samt svona, það svona verið að tala svona veraldlega hluti oft í kringum fermingarnar að sumir krakkar vilji bara láta ferma sig út af veislu og gjöfum og annað. Hvaða upplifun, hvað finnið þið? Mín upplifun svo að þetta meira hjá fólkinu sem að spyrja. Ég held að þetta sé ekki það sem að krakkarnir til að hugsa. Þau eru virkilega pæli því að hvort þau vilja fermast. Núna hafa þau val, það eru líka borgaralega fermingar og sumir fermast ekki. Þannig að þau sem að fermast af því þau vilja það. Og ég held að við þurfum að vanda okkur aðeins betur þegar við tölum við krakka. Eins og ég sá viðtal núna hjá Gísla Martin á RÚV. Það sem að það var bara spyrjandinn sem var með svolítið leiðandi spurningar og krakkarnir brugðust á allt öðru sér við. Við þurfum að virða þeirra val og þeirra trú og þau eru flest að gera þetta af heilum hug. Þetta sammála því, Erla? Já, algjörlega. Þú spyrði ekki brúðhjón sem er að gifta sig eftir að gera þetta á gjöfunum. Það stór tímamót og vissulega eru gjafirnar stór þáttur í svo manni. Það tilhlökkun, opna gjafirnar, hvað fæ ég? En að vera með þessum krökkum, við erum með 3 daga hausti til, strákum sér og stelpum sér í Vatnaskógi, við erum með þeim vikulega, við erum daginn, kvöldin og í ýmsum fjölbreytileika fermingarfræðslunar og það ótrúlega gaman að ræða við þau trúna og evan sem að henni fylgir eins og harmonían í lífinu, þessar andstæður. Og þau eru bara ótrúlega skemmtileg í þessu umræðu og þau eru hugsi. Þetta þannig aldur. Talandi svona hvernig prestarnir voru miklu þáttakendur í samfélaginu í gamla dag og þið eruð það vissulega í dag, þá eitt af því sem að, getum við sagt að hafi breyst núna í seinni tíð, það talað að séu meiri erfiðleikar í hjónaböndum og þar komið þið oft inn í, það ekki verið að tala að 2. til 3. hvert hjónaband leysist upp. Hvernig upplifið þið það? Hefur fólk samband við ykkur beint eða komið þið lítið inn í þetta? Já, ef fólk á börn sem yngri en 18 ára, þá þarf það að koma fyrst til pressins til að fá sáttarvottur áður að fara til sýslumanns. Þannig að þú neyðist til að fara til pressins allan ef þú giftur og átt börnin á þessum aldri. En svo blessunarlega þá svo oft erum við ekki að
gefa út sáttavottur af því að þetta eru bara samskiptin sem þarf að laga og margir nútar að leysa svo að þetta greiða úr flækjunni. En jú, þau eru mörg viðtölum sem að við tökum á móti. Og það misjandi myndi hversu snemma fólk kemur. Ef það kemur áður en vandinn orðin það mikill að það er búið að ákveða að skilja, þá einmitt náum við stundum að leysa úr því. En stundum kemur fólk bara þegar það er búið að ákveða að skilja og stundum það kannski ekki að versta. Ég held að sem þjóðfélag erum við þannig að við erum vön því að það séu til skyndilausnir og auðvelda lausnir á hlutunum. Þannig að kannski fer fólk í þetta og fljótt að skilja eða það hefur ekki fundist laust strax og þá er gefist upp. Þannig að ég held að þjóðfélagið og umræðan líti svolítið þetta. Að við höldum alltaf að sé eitthvað annað og nýtt og betra handa við hornið. En svona í lokin, það eru páskar og mikil dagskrá hjá ykkur í Keflavíkurkirkju, eða ekki? Jú, við erum annað kvöld á skíritaskvöldi klukkan 8 með tesimessu. Það eru dásamlegir, svona létt, einfaldir sálmar sem að kórinn syngur og þau elska að syngja þetta. Þannig að þá er altarisganga og svo afskríðum við altarið. Þá tökum við allt það sem er helgilegt á altarinu og klæðum það svörtum klæðum og leggjum 5 rauðar rósir á það sem að minna okkur á sár Krists. Og þannig er altarið daginn eftir þegar föstudagur langi kemur. Og svo kannski fínt að við fáum að vera hjá þér hérna Palli þegar við fáum að auglýsa nýjan messutíma. Við höfum alltaf verið klukkan 8 á páskadagsmorgun. Nú verðum klukkan 9. Þá viljum við mæta aðeins seinna í vinnuna. Og við heldum að það sé líka betra fyrir fólk að mæta aðeins seinna í messu klukkan 9. Hvernig er þáttaka fólks páskan og þetta verið mikil svona ferðatími? Já, það er breytt frá því að við vorum yngri. Ég man eftir föstudaginn langa á mínum heimili sem varla mátti tala að gera neitt. Þáttakan hún er einlæg og hún stundum kemur manni óvart hverjir koma. Margir eiga páskadag sem sinn fasta daga þótt að það sé ekki eins og aðrir eiga aðfangadag en ekki að sama fólki. Þannig að þáttakan er ágætt. Þannig að það er bjart framundan hjá Keflavíkurkirkju og ungu prestunum okkar sem að er að hætta að verða píur eða hvað? Já, er að vera fertugur. Kortir í það sko. Takk kærlega fyrir komuna og gangi ykkur vel. Sömuleiðis, takk. Við þökkum fyrir áhorf og við minnum við á aðra miðla Víkurfrétta, vikulegt fréttablað og nú er skemmtileg útgáfa fyrir páskana með áhugaverðu efni. En við erum líka einnig öflug á vefnum, Víkurfréttavefnum vaff.is með nýjar fréttir alla daga vikunar og fyrir kylfingana á kylfingur.is. Þið getið séð eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta á Hringbraut og á Víkurfréttavefnum vaff.is. Þá segjum við bara gleðilega páska. Gleðilega páska. Páskarnir nálgast. Lambabógur, kryddleginn í sítrónusmjöri aðeins 974 krónur kílóið. Nettó, sparaðu með okkur.